fram fyrir hann, halleluja. Við ætlum að lofgjörð okkar ekki bara að syngja og dansa og lofa. Það miklu meira. Það líf okkar. Tilbúin í dag? Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. Takk, Jesus. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. Hallelujah. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. Takk, Jesus. 'Cause praise is the waters my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. Takk, Jesus. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Hallelujah. Praise is the shout that brings Jericho down. Hallelujah. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. My God is alive, how could I keep it inside? I praise 'cause you're sorry, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sorry, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise
Praise the Lord. Woo! Takk Jesus, halleluja. Halleluja. Takk Jesus, halleluja. Við lofum þig.
You were the one of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name.
Guð sem eigum. Halleluja. Takk, Jesús. Helgist þitt nafn. Dísin Guði, halleluja. Vá, það er svo gott að koma í nærveru Guðs og lofa hann, gefa hann þakkargjörð. Og það er bara svo magnað að þegar Guð snertir hjarta okkar að þá fæðist nýtt þakklæti í líf okkar. Halleluja. Og þegar við eigum þakklæti þá er auðveldara að gefa. Gefa lofgjörð og gefa, já, bara peninga eins og núna. Við ætlum að taka samskot. Halleluja. Þannig að það kemur reikningsnúmer upp á skjáinn og svo látum við böngin ganga á milli sæta og svo er posið frammi, alveg fremst, við inngöngudyrnar. Þannig að finnið ykkur bara frjálsum þess að gefa og svo þegar þið búin að því þá bara fyrir við aftur inn í lóðgerðina. Halleluja, Jesús. Bara drottinn Jesús, ég bara þakka fyrir það að nærveran er til staðar, drottinn Guð. Og ég þakka fyrir það sem að 2 eða 3 samankomnir í nafni, þar er þú mitt á meðal, drottinn minn Jesús. Og ég biður drottinn Guð að blessa alla sem er inni, drottinn Guð, og alla þá sem er að horfa á netinu, drottinn minn Jesús. Heilar Jesús, halleluja, við leysum fram blessiðina, drottinn Guð. Og allt það sem er fyrir okkur í dag. Í Jesú nafni biður við. Amen. Gjörðu svo vel. Amen. Heldum áfram með lofgjörðina. Amen.
alla lofgjörn og alla dýrð, halleluja. Takk, Jesús. Helgist þitt nafn, sem frá dýrðarinnar hást, laður var í öll stór. Takk, Jesús. Lof sé Föður, Syninum, helgum anda, þríeinum, Guði dýrðar handtekni, við eilíf hillum konungi. Ríki Guðs nú okkur sýndi, heiminn sætti Guði sig. Alla sköpun endurreisti, fórst á krossinn fyrir mig. Alla fjandinn þína varstu, því þú veist tilgangi. Og að frelsun okkar varstu, lífið fyrir dauðan þinn. Lof sé Föður, Syninum, helgum anda, þríeinum, Guði dýrðar Englar horfðu á, þá kramarinn siglir, endanlega melt var frá, lampið dauða sigraði. Dánir risu dauða frá, tók þá hann hver fyrir mig, því að allir koma þá, hendur færi faðirinn. Og þá kirkjan var til, fyrir kraft og andans verð, sannleika gefið skín, kraftans öll, kraftans sterk, fyrir blóð og nafnið hans, lausum fjötrum nú ég hlýt. Hann gefur sigur kraft, Jesús Kristur mitt líf. Halleluja, dísi Guði. Hann hér í dag, má ég heyra amen. Halleluja, Biblían svo skýr, hann segir hvar sem að 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar hann mitt á meðal. Og vinir, við erum komin þetta saman í hans nafni. Má ég heyra amen, dísi Guði. Ef ekki ans að rísa á fætur. Halleluja. Ég fekk til mín áður en samkoman byrjar, það spurning hvort að Hilmar ef þú getur kannski þýtt fyrir eitthvað þessu fólki, komið kannski einnig í mill.
Já, taktu bara mikrofónin. Takk, Jesus. I want everybody to understand. Fyrir samkomuna þá verið að biðja. Before the service, I was praying, Ég ger það alla jafna fyrir samkomur. Ég bara bið allan daginn meira og minna. as usual, day long. Það sem ég upplifði í anda mínum að það yrði komið gegn kirkjunni og það yrði móðgun sem að kæmi inn í kirkjuna. What I sense in my spirit that there will be an offense against the church and try to disturb inside the church. Og mér langar að biðja ykkur vinir, verið þið meðvituð það, ekki láta óvinnin taka sama gamla bragðið á okkur og búa til móðgun í hjart okkar. So just acknowledge that and don't fall for the old trick of the enemy of receiving an offense. Því að Guð stærri en það. Because God is much bigger than that. Og vinir, kirkjan á hreyfingu. And God and the church is on the move. Og við vitum það, við erum að fara á ákveðin stað. And we know we are heading somewhere. Þannig að við erum varveitum hjart okkar. So we guard our hearts Því að það uppspretta lífsins. because there is the wellspring of life. Yes. Og ég bið ykkur núna, þegar við lyftum upp nafni Drottins, bið ég Guð að varvita hug ykkar og varvita hjart ykkar. So Við as- ætlum ekki vera kirkja sem full af hvað heitir það, offense? Móðgun. Móðgun. So I ask you to guard your hearts and your minds and really pray that God protects you, that you don't take up any offense. Amen. Nákvæmlega. Þannig að við ætlum að lyfta upp nafni Drottins hér einu sinni enn og við ætlum bara að gefa frá okkur allan sársauka, vonbrigði og svo framvegis. Við ætlum að passa láta ekkert setjast í hjart okkar og við ætlum að opna hjart okkar fyrir það sem að Guð vil gera hér í dag. So we're going to lift up the name of Jesus and we're going to just praise him and be excited for what he's about to do here today. Amen. Þannig að lyftum upp nafni Drottins. So let's lift up the name of Jesus. Drottin, við bara lyftum upp nafni þín. Ég lofa þitt nafn, Drottin minn. Ég biði Jésús fyrir kirkju þinni. Ég biði Drottin minn að þín nærvera, Drottin, fyll okkur öll. Fylli skilninga við okkar, Drottin minn. Fylli hugsanir okkar, hugrenningar okkar. Ég bið að hreinsa okkur, Drottin minn. Ég bið að helga okkur, Drottin minn. Og ég bið það sem að reyna að setja stað í hjart okkar og hug okkar. Við bara komum í gegn því í Jesú nafni. Við ætlum ekki að láta móðgun eða aðra árás óvinnarinn setjast að í okkar hjarta. Við ætlum að stíga fram, Drottin minn, og við ætlum að fylgja lambinu hver sem það fer, Drottin. Og Drottin, ég bið Jesús að þegar þú ert að eiga við líf okkar, Drottin, að við mætum vera trúföst fórn á altari þínu, Drottin. Hegð okkur eigi eftir öll þessari. Heldur taka háttaskiptum með endur nýjung hugafarsins. Að við reynum hver vilji Guðs er góða, fagur og fullkomna. Og Drottin, ég bið Jesús hér í dag. Drottin, ég bið Jesús að tala til okkar. Ég bið að tala til okkar og ég bið að blessa Jack Shekinah þegar hann talar orð þitt hér í dag. Drottin, ég bið Jesús að við mættum taka mótið í Drottin og bara leyfa því, Drottin, að vaksa upp og bera mikinn ávöxt. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Halleluja. Allir liðurinn sagði. Amen. Hallelujah. Amen. Brother Jack Shekinah, please join us here. Give him a gott clap. Hallelujah. Glory to Jesus. Dýr sé drottni. Hallelujah. Halleluja. Lift up your hand to the Lord. Við skulum lyfta höndum til drottins. I want you to say, Jesus, I love you. Segja, Jesús, ég elska þig. Hallelujah. Halleluja. Do you love Jesus? Elskið þig, Jesús. Father, thank you for Iceland. Faðir, þökkum fyrir Ísland. Thank you for this nation. Þökkum fyrir þessa þjóð. Thank you for people of Iceland. Þökkum fyrir íslensku I þjóðina. prophesy over this nation Ég spái yfir þessari þjóð that every stronghold that stood against revival að sérhvert vígi sem stendur gegn is vakningu broken in the name of Jesus. sé brotið í nafni Jesú. Every stronghold that stood against unity in this nation Sérhvert vígi sem stendur gegn einingu í þessari among þjóð. believers is broken in the name of Jesus. Einingu meðal trúara brotið í nafni Jesú. Let your fire move in the nation Láttu eld þinn hrærast í þjóðinni. to bring revival into people's life, Að færa fram vakningu í lífum to bring fólks. transformation into their lives. Umbreytingu inn í líf þeirra. Thank you, Father,
Þakka þér, Faðir, that there will be a rise of radical believers að rís upp óttalausir trúaðir einstaklingar in the name of Jesus. í nafni Jesú. Lift up your hands and Lift say, þau I am hendur. ready. Segja, ég tilbúinn. Say with me, I am ready Ég tilbúinn to walk in the supernatural. til að ganga í I am yfirnáttúrulega. ready Ég tilbúinn to rise up with Jesus. að rísa upp með Jesú. I am ready Ég tilbúinn to be used by Jesus. að vera notaður af Jesú. Amen. 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 And I saw great multitudes Og ég sá mikinn mannfjölda of people who are hungry for God. af fólki sem hungrar eftir Guði. I saw men and women rising up. Ég sá margar konur rísa upp They want to serve the real God. sem að vilja þjóna Guði. And I saw that wave coming to Iceland. Ég sá að þegar komu til landsins And the Lord ministered to me og drottin var að, þegar ég var að koma til landsins þá þjónaði drottin til that there will be radical believers. og það verða óttalausir People who are not trúaðir going to einstaklingar. compromise the word of God. Fólk sem að gengur ekki í málamiðlum með orð Guðs. People who are not going to compromise the gospel. Það ætlar ekki að fara í málamiðlum með fagnaðarerindi. People will stand true to the call of God upon their Sem lives. stendur í sannleika við köllum Guðs. And I saw a rise of this mighty man of Og God. ég sá þetta máttu af fólk rísa upp. And the Lord is not going to choose you because of your denomination. Og Guð ekki að velja þig af því að þú ert í réttri The Lord is going kirkjudeild. to choose you because of your faith in Him. Það vegna þess að þú hefur trú á hann. So get ready. Þannig að gerðu þið viðbúin. Surrender yourself to Him Segðu við hann. because you are one of them. Því að þú ert einn af þeim. Lord Jesus, thank you for the flow. Amen. Drottinn þakka þér fyrir flæðið. Amen. Amen. So I'm so happy to be back to Iceland. Það gleður mig svo að vera komin aftur til Íslands. This is Jack Shekaina. Ég heiti Jack Sikaina. I'm from Africa, from Tanzania, Ég frá Tansaníu í Afríku. and I live in Poland. En ég bý í Pólandi. I live there. We have an amazing church there. Og ég bý þar og við erum með frábæra kirkju I þar. have a beautiful family there. Og fallega, yndislega fjölskyldu. We love the Lord so much. Og við elskum Drottinn svo innilega. The Lord called me to serve Him Drottinn hefur kallað mig til að þjóna honum few years ago. fyrir nokkrum árum síðan. And since I started to serve the Lord, Og frá því ég byrjaði að þjóna Drottni, I see how I'm growing every day. og þá sé ég hvernig ég er að vaksa í hvern dag. I've been going around the world to preach Jesus. Ég hef farið út allan heim að predika Jesú And I'm so grateful for that. og ég er þakkláttur fyrir það. Because when we go to preach Jesus, Þegar við predikum Jesú, we see Him blessing people, þá sjáum við hann blessa og snerta delivering við fólki people, og leysa fólk and speaking to people. og tala inn í líf fólks. So I did not come alone. I came with my team. Og ég kom hérna með hópnum mínum, Wonderful people yndislegt fólk from Poland. They love Jesus. frá Pólandi og þau elska Jesú. I'm here with Magda. Það er Magda, I'm here with Yagoda Jagorda, and her husband Elias Elías, and her maðurinn son Eliseus. hennar og litli sonu þeirra. So we are blessed Og við erum blessuð and we love Iceland. og við elskum Ísland. We feel like God is connecting us with the family here in Iceland. Og With, við upplifum þess að Guð sé að tengja okkur við fjölskyldu hér á Íslandi. knowing your church is a blessing, Og vitandi að kirkja ykkar er þvílík blessun knowing the African church is a blessing, og Afríku kirkjan er mikil blessun and knowing many other churches God is going to connect us with also is a blessing. og aðra kirkju sem að Guð hefur verið að tengja okkur við. You have an amazing pastor here. Þegar við dásalega pastor hér The word of God says, I will give you a shepherd of my own heart. og orðið segir ég mun gefa ykkur hirðir eftir mínu eigin hjarta, segir So Drottinn. God has given you a shepherd. Þannig að Guð hefur gefið ykkur hirðir. Take care for your shepherd. Sjáuð vel hirðin ykkar. Pray for your shepherd every day. Biðjið fyrir pastornum ykkar. When the devil wants to attack Þegar the sheep, Þegar óvinnurinn vill ráðast á hjörðina, he attacked the shepherd. þá reynir hann að slá hirðirinn You know, fyrst. a shepherd is an amazing person. Hirðir pastor er alveg sérstök persóna. A prophet will come and speak the mind of God. Og spámaðurinn hann kemur og talar út huga Drottins. An apostle will come and launch ministry, plant something. Og postulinn hann kemur og hann kemur ykkur á stað eða plantar þjónustum. And then an evangelist will go out to win souls and bring them. Og síðan fer trúboðinn út á akurinn og vinna sálir og kemur með But þeir inn. this pastor En þessi pastor and a teacher
og kennari, They are there to feed people. og þau eru hér til þess að fæða fólk. Their life are there regularly to feed people. Og það eðlislega They are lífið there þeirra. to look for to look for what you're gonna eat. Og sjá til þess að fáið gott að borða. That when God gives you a pastor, Að þegar Guð gefið þið pastor, thank God for your pastor. þá skulum við þakka Guði fyrir pastorinn ykkur. Amen. Amen. You know, I'm a guest speaker. Ég gestapredikari. I just came here to minister to you. Ég kom hérna bara til að þjóna til And ykkar. I'm gonna travel back. En ég mun ferðast aftur heim, But your pastor is here. en pastorinn hann hér til staðar. And some of you are good fanatic of the guest speakers, Og marg ykkar heitlast mjög á but you gestapredikum, don't honor your local pastors. en heiðrið ekki ykkar pastor sem staðbundir And hér. the last years that God started to minister to me, Og í síðasta ár cirka þá byrjaði to dróttin að þjóna til mín. emphasize this for the local church. Að To tell this to the local church. að koma þessum skilabóðum til skila til staðbundna kirkju. That the local church should understand Til þess að staðbundna kirkjan that mætti is skilja, very important þetta mjög mikilvægt, to take care for their shepherds. að sjá vel hirðin. Do you love your pastor? Lift up your hands Elskið and bless pastorinn him for 1 minute. Pray for him. Pray for her. Pray for her. 1 minute. Pray. Pray. Við skulum In the biðja name of fyrir Jesus. í nafni Jesú. God bless my pastor. Guð blessi God pastorinn minn. give her the way to feed me every Sunday. Gefðu henni orðið til þess að gefa mér að Hey, borða let her hvern cup sunnudag. run over. Láttu Every day she comes, she will come with new revelation. vera algjörlega yfirflæði og She nýja will hear God opinberun. clearly. Og til þess að fæða mig. And she will have fresh manna for me. Og hún mun að vera með ferskt She brauð will fyrir lead me mig. in wisdom. Og hún mun leiða mig í vísdóm. She will lead me in my assignments. Hún mun leiða mig inn í áform mín. And she will help me to grow. Og hún mun hjálpa mér að She will vaksa. help me to move forward. Að hjálpa mér að spretta úr spori. Amen. Amen. And the last thing said, God help me to honor my leader. Og síðan segir við, Guð hjálpi mér að heiðra leiðtoga minn. That amen was so small. Þetta amen var svolítið lítið. We don't want to honor our leaders. Við viljum heiðra leiðtoga okkar. People of God, are we together? Erum við að tala saman? It's so important Það svo mikilvægt to understand the body of að Christ. skilja líkama Krists. And I was praying to the Lord, Ég var að biðja til drottins and I asked him, what do you have for me? Which word do you have for me to teach in Iceland? og ég var að spurja, leitast eftir hvaða orðan vildi að ég myndi predika And á the Lord Íslandi. spoke to me, Og drottin talaði til mín. I'm giving you this revelation Ég er að gefa þér þessa opinberun to go to teach the church. til þess að kenna í kirkjunni. Nothing you will teach them they don't know. Þú myndi ekki kenna þeim eitthvað sem þau viti ekki, Because they know everything. því að þau vita þetta allt saman. But as you go there, En þegar þú ferð þangað, I give you my power. þá gef ég þig kraft minn. I anoint you for this moment. Ég smyrði fyrir þessa stund, So it doesn't matter what I speak, what you know. þannig að það skiptir ekki máli þótt ég prediki There is eitthvað an sem ég anointing þekki, with this word. heldur smurning með þessu orði. And there is a revelation for you. Og það opinberun fyrir þig. And I saw a big letter that was written. Ég sá svona stóran staf sem var skrifaður, Deliver it. sem sagt, deliver? It was right. Deliver it. Já, sem sagt, sent. And I was like, what? Og ég hugsaði, hvað? Deliver it. Eitthvað sem sent eða laust? Deliver it in the meaning of Set free. set free. Yes, yes, yes. Sem Deliver it. endurlaust. Já, Deliver it. já, sem sagt, laust. And I was like, deliver it? Og ég hugsaði, hvað, endurlaust? In Iceland, Á Íslandi? God give me another message. Og hann gaf mér annan boðskap. Not deliverance. Ekki endurlaust. And he said, deliverance. Help. Deliver it. Go to talk to those people Farðu og tala við þetta fólk about being delivered. Að vera sett frjáls. And I was like, what? Og ég hugsaði, hvað? Okay. Allt í lagi. If you say so, Ef að þú segir það, I will go. þá fer ég. How many of you know deliverance? Hvað eru mörg ykkur sem þekkja það að fá How laust? many of you ever watch a video of deliverance?
sem þekkjum þýðingun á því að vera endurleystur. First time when I saw deliverance, Fyrsta skipti sem ég sá eitthvað svona lausn að vera að I biðja said fyrir I ykkur. will never go to church again. Og það, segi again. I said I pray for that unity, we had last time in the name of Jesus. Yes. Holy Spirit, come in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay, so it's gonna be good. Amen. Yes. I want my interpreter to get me well, so you can receive the message. Það vil að tólkurinn nái sér alveg svo að þið grípið boðskapinn. Amen. Amen. So I went in the church. My mom invited me to church. Svo mamma mín, hún bauð mér í kirkju. There was a conference here, Það var ráðstefna and I went to that church. og ég fór í þessa kirkju. When I was in the church, Þegar ég var í þessari kirkju, I saw deliverance. þá sá ég svona vera að leysa It was fólk. deliverance from demons. Það var vera að leysa fólk frá illum A öndum. woman people were being delivered. There was one woman. Og það var ein kona þarna. She was going crazy. Og hún bara var spinnandi vitlaus. She was spinning around. Hún var bara að snúast í hringi. And I said, what is going on Og here? ég hugsaði, hvað í gangi hérna? And then the other man was vomiting. Og annar náungi, hann var bara A ælandi. grown-up man. Fullorðinn maður. I don't like vomiting. Mér finnst það ekkert gaman að svona ælu. When I cast out demons, I don't allow you to vomit. Ef ég kasta út illum öndu, þá vill ekki að þú ælir. Go another way. Farðu eitthvað annað. So look, I feel so bad. Og mér bara hugnaðist þetta ekki. And I started to hate deliverance. Og ég byrjaði að hata svona endulaust. Because my picture of deliverance Þegar mín mynd af því að vera was leystur to frá, see people spinning around og það var bara fólk sem and snerist í other ringi people vomiting og aðrir að æla and the preacher shouting. og prédikarinn öskrandi. Out! So I had a mentor at home. Þannig A að, mentor, my mom. So þannig að mamma mín heima fyrir, we could discuss the things. sem sagt hún var að kenna mér og við gætum rætt þetta. Mom, really? Og ég sagði, mamma, í alvöru? Really? Í alvöru? What is going on in the church? Hvað í gangi í kirkjunni? Why should these things be happening? Af hverju þetta gerast í kirkjunni? Really, this is normal. Og þetta bara eðlilegt. And my mom said, Og mamma mín segir, son, sonu minn, those people, they came bound. þetta fólk kom bundið. Some, they could not give children. Sum þeirra gátu ekki eignast börn. Some, they work in high positions. They are CEOs of Og companies. sum þetta hátt sett fólk. But they've been bound. En þau eru bundin. But imagine, En hugsaðu þér, they spin around, þau eru snúandi hérna í but they hringi go back home, they give birth to children. og síðan farað aftur heim eins og allt sé í lagi. They vomit publicly, Þau æla hérna opinberlega, but that is free. They are free forever. en þau eru frjáls að eilífu. Son, Sonu minn, what do you choose? hvað vilt þú? Hvað velur þú? That's how really you love people? Það þannig sem þú elskar fólk? You cannot even have compassion over those people? Þú hefur ekki sanna umhyggju fyrir fólkið þannig. I understood, Ég skildi. but for me, I was like, this is not my things. En ég skildi þetta en þetta var ekki alveg fyrir mig. Why? Af hverju? I don't want to see somebody vomiting. Mér langar ekkert að sjá eitthvað gubba And I don't want to see a beautiful woman or a mama is like losing control, spinning around. og ég vil ekki sjá eitthvað stjórnlausar konur hérna í kirkjunni Or people screaming in such a way. eða fólk að öskrandi í óhljóðum. But my mom is telling me they are delivered. En mamma mín var að segja þetta svona lausnar þjónusta. They are delivered. Það er verið að endurleysa fólk. So as I was growing, Og þegar ég var að vaxa úr grasi connecting with charismatics, og ég var að tengja after giving my life to Jesus Christ, karismatísk kirkju eftir að ég var að vera meira og meira ástfangin af I Jesú. start to go to churches Síðan byrjaði að fara í where I see kirkju people are being delivered. og ég fór að sjá í kirkju eins og fólk And var next að fá svona Sundays, lausn. Og suma daga these people, they come, they give testimony. og þá kom fólk og gaf vitnisburð. So one day I was in the meeting. Og einn daginn þá var ég á There samkomu was a woman who had a growth all her legs. Something was growing there. og það var Bigger. eitthvað sem var eitthvað æxlið eitthvað á fæti konu. And this man of God, Og þessi maður Guðs he had a word of discernment. og hann hafði þekkingarorð. And he called that woman. Og hann kallaði þessa konu fram. And he said, have you ever seen a person who is like you?
Höfum við ekkert að sé konu í þessu ástandi? I know an auntie Jú, ég þekki hérna frænku. has the same things. Hún er með sömu Do einkenni. you have any relationship with that auntie? Ertu í einhverju samskiptu við þessa frænku I þína? said, no, Nei, but she was our neighbor. en hún var nágrann okkar. I said, okay, you know what the Lord is telling me? Vistu hvað drottinn að segja mér? The man of God said, Guðsmaðurinn sagði, when your father þegar faðir þinn married your mother, giftist mömmu þinni, they went to live close to this auntie, þá to this woman. bjugguðu námunda við And þessa your frænku. father was mocking the father of this lady Og pappiðinn, hann var að gera grína because of pappa what þessara this konu. lady had. Og út af því hvað var að þessari konu. And that man was doing witchcraft. Og þessi maður var bara í galdra He sinn cursed your father og hann bölvaði föðinu and your mother. og móðinni. And he said the baby they will give birth to Og síðan það sem fættist will á look eftir the same way that auntie. myndi líta eins út. And it happened. Og það gerðist. But that man of God, En þessi Guðsmaður through the prophetic í gegnum hið spámanlega and the spirit of discernment, og í gegnum anda he was able to opinberunar discern og í gegnum þekkingar the þá gat hann source of the problem. greint vandan og lausnina. And then he started to pray. Og síðan byrja hann að He biðja. said, I break witchcraft in the name of Ég Jesus. brýt þessa galdrasynd í nafni Jesú. The woman did not spring. Konan, Spin around. hún var ekkert að snúast The í woman did ringi. not vomit. Hún ældi ekki. But what happened, En það sem gerðist that all the muscles which were growing there, og allt þetta æxli sem var að vaksa þarna, they start to shrink. og þeir byrja að títra. Shrinked. From top and it stayed little part here. Og það var alveg hér frá mjöðum og alla leið niður. And he said, come back tomorrow. Og hann segi, komdu aftur á morgun. And the lady, she came the next day. Og konan kemur næsta dag. And he prayed again. Og hann biður í annað sinn. And the lady was totally delivered. Og hún var algjörlega heil. And I said, wow, Og ég hugsaði, wow. deliverance can work in a different way. Þannig að lausnarþjónusta getur virkað á mismunandi hátt. Then I start to serve the Lord. Og síðan byrja ég að þjóna drottni. In Europe, you are okay. Í Evrópu þá ertu svona alveg ok. Because if somebody have demons, Þegar ykkur er haldin illum anda, they send the person to the psychologist og þá fer hann bara til sálfræðings. or psychiatric hospital. Eða á eitthvað geðsjúkrahús. So people, you don't know about these things. Þannig að þið viti ekkert þessa hluti. But we grew up in Africa. En við ólumst upp í Afríku. There is difference. Það aðeins öðruvísi. And I remember one day I was coming from prayer and fasting at church. I was to grandma. I went to visit grandma Ég var að heimsækja ömmu eftir bæn og föstu. in the village, but there was another church there. Það var í þorpinu og það So var they önnur had prayer kirkja. and fasting. Og við vorum í I went bæn to og that föstu church. og ég fór í þá kirkju. And when I was coming back, Og þegar ég var á leiðinni heim, I met a guy on the street. þá rakst ég á mann á götunni. And he told me, Og hann sagði mér, we know you. við þekkjum þig. You pray for people. Þú biður fyrir fólki. In that house there, Í húsinu þarna, people have been praying for 6 hours. það fólk búið að vera á bæn þarna í 6 But those klukkutíma. demons cannot go. Og djöflandi fara ekkert. Can you please come? Getur þú komið? I said, what am I going to do if I already pay 6 hours? Hvað á ég að gera? Þau eru búin að vera að biðja í 6 klukkutíma. But I felt in my spirit, En ég fann í anda mínu. go. Farðu. This is the beginning. Þetta er í upphafi. So I went. Svo ég fór þangað. I came and I heard people there. Come out, come out. Og ég heyrði fólk að það. Út með þig, út með þig. Nothing was going on. Og það var ekkert að gerast. But when I came closer, En því ég nálgaðist, I opened the door. opnaði dyrnar. And the demon said, I'm coming. I cannot stay here anymore. Why are you coming? Why are you coming? Why are you coming? Og þá heyrði ég bara djöfulinn öskra. Ég get ekki verið hérna, ég get ekki verið. Akkur er þú að koma hingað? And she slept. Og hún fell allt í dúnalogg. All these people, they look at me. Og allt þetta fólk horfði á mig. Man of God. Guðs maður. I said, me? Ég? These were reverends. Þetta bara til þess að átta sig á því. And I said, what? Og ég sagði, This hvað? reverend, they are calling me man of God? Sem virðingavott, þá voru að kalla mig maður Guðs. Ooh, something is happening here. Það er eitthvað að vera. Those guys, they start honoring me. Og þau byrjuðu að heiðra mig. But you know what happened? En veitir hvað gerðist? I was shocked.
Ég var bara I steinhissa. didn't pray. Ég bað ekki neitt. I was even a little afraid. Ég var með þess að bara háls hrættur. What am I going to do there? Hvað á ég að vera að gera þarna? If Reverend, they already prayed for 6 hours. Þau eru búin að vera að biðja í 6 klukkutíma. But when I arrived there, En þegar ég mætti á staði demon they went. og þá hurfu illa andarnir. I spoke to my mom. Og ég fór að tala við mömmu. Mom, what is happening? Mamma, hvað erum við að vera? She said, that is what you call the power of God Þetta heitir and the kraftur Guðs presence of God. og nærvera Guðs. I called my pastor. Ég hringdi í pastorum minn My pastor told me, og pastorum minn sagði you mér, have a grace. þú berð náð með þér. When you believe in God, Þegar þú trúir á Guð, you don't have to play with demons. og þá þarf ekki að vera að leika þér við illa andar. There is power Það kraftur that manifests into your life. sem opinberast í gegnum lífið þitt. Wow. You know what happened? Vitið þið hvað I gerðist? started to like it. Mér byrjaði að líka þetta. That you can cast out demons, Að þú getur rekið út í illa anda they can live og þeir fara without making a show. án þess að verði einhver svakaleg sýning. And I start to like it and pray God, Og þetta pray to líkaði God mér. to use me to deliver people. Og ég bað til Guðs að hann myndi nota mig að And I þennan start átt to að see leysa fólk. deliverance happening. Og ég byrjaði að sjá lausn gerast. But when I went in already, En þegar ég kom þarna inn, sometimes people they start to shout. þá byrja fólk ofta að Sometimes people öskra. they spin. Stundum það að I say, God, snúast í please, ringi. please, God, please. I say, no. All demons don't go the same way. Allir dímona, þeir hörfi ekki á brott á sama hátt. And then I understood Og þá fór ég að skilja that deliverance að lausnarþjónusta is so big svo víðfeðm than we think about it. Heldur en við heldum. That's why this morning, allow me En leyfið mér to speak little about this deliverance. leyfið mér að tala svona God lausnarþjónustu. transformed me Guð gjörsamlega umbreytti and mér transformed my mind og umbreytti hugafæri and my mínu faith og trú minni toward deliverance. varðandi lausnarþjónustu. I believe He will use me today Ég trúi að hann noti for mig í you dag also to change your mind til þess að breyta hugafæri þínu and not to send people to psychiatric hospital þurfi ekki alltaf að senda fólk á geðsjúkrahús and to lay hand on them heldur að fara að leggja hendur á það and rebuke those demons og reka út í þess anda in Jesus' name. í Jesú nafni. We can send some people, please. I don't say not to ever. We have to close those hospitals. Some people, they need help there. En það þarf fólk sem þarf hjálp á þessum sjúkrahúsum líka. But not everyone. En ekki allir. Amen? Amen. So now, how does this happen? Number one, Hvernig gerist það? Í fyrsta lagi, where the word deliverance is coming from. hvaðan kemur þetta orð endulaust? When we read the Bible, Þegar við lesum in Biblíuna, Old Testament there is deliverance. í Gamla testamentinu þá lesum við And að in New fólk er leyst. Testament there is deliverance. Og í Nýja testamentinu þar fólk We are leyst. all talking right now about deliverance En núna erum við að tala lausnarþjónustu. because in the first place we are delivered. Því að í fyrsta lagi þá erum við endurleyst. We are saved. Við erum hólpin. We are saved. Við erum hólpin. We are born again. Við erum endurfædd. Now, when you speak about salvation, Þegar þú talar hjálpræðið, salvation is a word that have two sources. Hjálpræðið það hefur svona tvær uppsprettur. In Latin, they call it salvio, Á latínu þetta kallað salvio, which means deliverance. sem þýðir frelsun. It means being set free, being delivered. Að vera endurleystur. And in Greek, Á grísku they call it soteria. þá kallast þetta soteria. Soteria means Soteria þýðir delivered, endurlaust, rescued. frelsun. Now you can see that when we speak about salvation, Þegar við tölum hjálpræði, we are talking about deliverance. þá erum við að tala að losna frá ykkur. Because Jesus delivered us Af því að Jesús hann frelsaði from the okkur kingdom of darkness. frá ríki myrkursins And He transferred us og hann flutti into the okkur kingdom of light. inn í ríki ljósins. Colossians 1, 12. Kólusabreið 1:20. 12:13. You can read it for us. Okay. Colossians, the Bible is showing us that Jesus did a transfer. To transfer us from one kingdom to another kingdom.
Biblían segir frá því að þessum gjörningi að hann flutt okkur frá einu ríki yfir í annað. It's 1:13, yeah. 1:15. No, 1 Colossians 1, 12, 13. 12. Yes. Yeah. You read it? Thank God. 13. It's 13 in the Icelandic. 12, 13 I said. Yeah, right? yeah, yeah. Okay. Kólusarbrifið 1, 12 og 13. Að þakka föðurnum sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleifð heilara í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. He made emphasizes. Amen. Look here. Thank you for reading. Look here. The Bible says like this. 12. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us and transferred us into the kingdom of his dear son, the kingdom of love. What Jesus did while delivering us, Það sem Jesus gerði með að frelsa okkur, he delivered. We were in darkness. við vorum föst í We myrkri, were bound. við vorum bundin, We were dead. við vorum dauð. And Jesus delivered us. Og Jesus hann He frelsaði okkur. rescued us. Hann bjargaði okkur. Jesus took us from where we were lost. Hann tók okkur þaðan sem við vorum týnd. He delivered us. Og hann frelsaði okkur. I don't know how many of you here you are drug dealers or drug addicts. Sum ykkar But hérna inni hafa verið Jesus delivered fíkniefnaneytendur. But Jesus delivered you. En Jesus hann frelsaði þig. You were a drunkard. Eða þú varst fyllibita. Maybe you are a liar. Eða lígari. You are a gossiper. Eða slúðurkjaftur. Addictions were around you. Það var alls konar fíknir This is og where fjötrar. salvation comes into our life. Og það þar sem að frelsi To kemur inn í líf deliver okkar. us. Til þess að leysa okkur. Brother, if you are saved, Ef þú ert hólpin. if you are saved, Ef þú ert hólpin. you are safe. Þá ertu frelsaður. If you are not saved, Ef þú ert ekki hólpin. you are not safe. Þá ertu ekki frelsaður. So if Jesus delivered you, Þegar ef að Jesus hefur frelsað he þig, took you from darkness hann hefur tekið þú úr myrkrinu and he brought you into the kingdom of light. og fært þig inn í ríki ljóssins. That means you received power Það þýðir að þú hefur öðlast kraft. over the powers of darkness. Þú losna, you received power. Over the powers of Já, darkness. þú eignast kraft yfir valdi myrkusins. Glory to Jesus. Þýr segi Jésu. Say with me, I have power. Segðu, ég hef kraft. Amen. Amen. We are together, right? Við erum að ná saman eða ekki? Shall I go slowly? That's okay, it's okay. Okay. So, now the question is this. Nú spurningin Do we still need deliverance? þurfum við ennþá endalaust? If Jesus already delivered us. Ef hann hefur þegar frelsað okkur. Most of people, when they speak about soteria, Yfirleitt þegar fólk að tala soteria eða frelsun, they speak about few points in the soteria. og þá bara stiklað á nokkrum punktum. They say you that you were born again. Þau segja að þú varst endurfæddur, As a born again Christian, sem endurfæddur kristinn, you are forgiven sins by God. þá búið að fyrirgefa syndirnar af Guði. This is where you repented. Og það staðurinn þess að þú yðraðist. And by grace you received salvation. Og fyrir náð þá ertu hólpin. But in the process of salvation, En í ferlunu að frelsast, you are being justified by God. og þá Guð að réttlæta þig. Justification manifests. Og þá fyrir réttlætingin að opinberast. And other people, they will tell you, Og aðrir munu segja þér it means salvation is progressive. að frelsun, hún stigvaxandi. And then they will tell you, we are waiting for the third one, which is the glorification. Og þeir segja að þú ert að bíða eftir þriðja stiginu sem kallast að verða dýrlegur. This is where when we go to heaven, Og þegar við förum til himna, we will be glorified. að þá erum við gerð dýrleg. No more
no more sin, engin meiri synd and no more struggle. og ekkert ströggl. I believe something Ég trúi nokkru, because the Bible says in 2 Corinthians 5:17, þegar Biblían segir í öðru Korinthubréfi 5:17, if a man is in Christ, ef þú ert í Kristi, sá he is sem a í new Kristi, creature. þá hann ný sköpun. If a man is in Christ, Ef að maður í that Kristi, man becomes a new creature, þá verður sú manneskja a ný new species. sköpun. You are new. Ný tegund, ný It's like sköpun. you are recreated Þú ert skapaður á nýtt. to have dominion Að hafa yfirráð over the earth, yfir jörðinni, over sin, yfir synd, over every situation around you. yfir sérhverjum kringustæður kringu þig. Now the question is, En spurningin if really we are new creature in God, ef við erum ný sköpun í Kristi, if really soteria is deliverance, ef að soteria þýðir algjört hjálpræði, do we still need prayer for deliverance? og af hverju þurfum við þá bæn fyrir endurlausn? And most of the time we'll find church divided. Og þarna sjáum við bara kirkjuna klofna. Some people, they say we need deliverance, Sumir segja við þurfum endurlausn and some other people, they say there is no need for deliverance. og aðrir segja það engin þörf og frekar Some people, they endurlausn. say you can break generation curses, Sumir segja það hægt að brjóta ættarbölvun and some people say it's not needed. og sumir segja þess ber ekki þörf. And I'm telling you, Og ég að segja ykkur, most of the time, oftar en ekki, people who say it's not needed, þeir sem segja að þess ekki þörf á því, they are the one who need it. það eru þeir sem þurfa á því að halda. Because you find in the houses, Þegar þú finnur á heimilunum sickness are there every day. og það sjúkdómar þar daglega. You will find that person loves God, Þú finnur mannesku sem elskar Guð, but adultery is controlling his life. en hans óvunnu sé að ráða yfir lífið þeirra. You find a person who loves the Lord, Ef að ég manneski sem elskar is Drottin going to church every day, og fer í kirkju á hverjum but degi, his eyes cannot go off pornography. en augun get ekki losnað undan klámi. But what's wrong with you? En hvað að þér? That you go to church, Að þú fer til you kirkju believe in Jesus, og trúir á Jesú and you are not even sure if you are a man or a woman or third gender. og þú veist ekki hvort þú ert kallmaður eða kona eða eitthvað annað. I'm sorry, Fyrirgefðu mig bara. but you cannot say you don't need deliverance. Þú getur ekki sagt að þú þurfir ekki á lausn að halda. Deliverance comes into our lives Lausnin, hún kemur inn í líf to okkar set us free. til þess að setja okkur frjáls. It comes to deliver us. Það kemur til þess að And leysa listen, and okkur. sometimes Og stundum, you can be born again, þá getur þú verið but there are endurfættur, still things you need deliverance into your en það life. eru hluti sem þú þarft að losna undan. Why deliverance can be needed? Af hverju þörf á lausn? Deliverance is needed, Lausnar þörf, number one, í fyrsta, because of what we learned. We were taught into our lives. það vegna þess sem að okkur var kennt. It can be wrong teachings. Það getur verið raun kennsla. Me, I grew up in Africa. Ég óks upp í Afríku. When I went to my grandpa, Þegar ég fór til pappa, he afa, he had a shrine for these gods, small gods. hann var bara með svona altari fyrir ykkur skurgóð. And I'm gonna tell you a secret. Og ég ætla að segja ykkur leyndamál. I was going there Ég fór þangað and steal the food og ég stal matnum sem hann that my lagði, grandpa was giving those gods. sem að hann var að gefa, matnum sem var að gefa þessum góðum. And only I told my mom, Og ég sagði bara mömmu frá þessu. because he could make a nice meat Þegar hann útbjóði þessar fínu máltíðir and take that meat there. og skildi það eftir á altarinu. The first milk from the cow Og þetta var fyrsta, þetta var is like first broddamjólkin fruits og eða fyrstu he will take ávextirnir there. og hann myndi setja And á I was þetta coming altarinu. and packet soup Og ég lætist þarna og fekk mig bita. till my mom told me, son, Þannig að mamma sagði mér, sonu minn, stop. hættu þessu. If your grandpa finds out, Ef afiðin kemst að þessu, he will kill you. þá mun hann drepa þig. And I was afraid to die, Og ég vildi ekki deyja. so I stopped. Þannig að ég hætti. But imagine that's how I grew up. En hugsaði, þannig óks ég úr grasi. So it was normal for me to see grandpa doing those things. Og þannig að það var venjulegt fyrir mig að sjá afa gera svona hluti. And thanks that my mom was a believer, Og
þökk sé að mamma mér She var was trúuð teaching me and telling me, oh, no, it's not. No, that's og hún var að segja mér að þetta er tómt rugl. that is wrong. Þetta er rám. That is not right. Þetta er ekki rétt. But most of us, En flest okkar, we have life we are living today við lifum líf í dag because of what we were taught. því að eftir því sem okkur var kennt. And most of the time we believe in it, Og við trúum því, but it's wrong. en því í raun og veru það sem er rám. It's killing us. Og þetta er að deyða okkur. Maybe you are not taught, Kanski var þér ekki kennt, but you heard it. en þú heyrðir. You are worse. You are, That you are worse. ja, þú ert verri en. You are not better than anybody. Þú ert ekki betri en okkur You will annar. never do anything in life. Þú myndi aldrei gera neitt í Why can't lífinu. you be better than others? Akkur getur ekki verið betri en aðrir. And then some you are foolish. Og þetta er bara heimska. That is witchcraft Það er galdrasinn. being done over us. Að það er eitthvað sem er sagt And yfir you okkur. grew up, Og við the auksum úr sound grasi. that you have. Og heyrðir allt þetta. I'm stupid. Ég er heimskur. I cannot make it. Ég I'm not better enough. get þetta ekki og ég er aldrei nóg. Parents, Legar, parents who are here, eitthvað sem þú heyrir. stop being the witches in the life of your children. Hættu að vera nornin í lífi barnaðina. Bless your children. Blessaðu börnið þín. Bless your children. Blessaðu börnið þín. They are children who will never think better of themselves. Þau mun aldrei hugsa betur en þau sjálf. Even when they are 40 years old, Jafnvel þau eru fertug even when they are 70 years old, eða 70. they still have the same information. Að þá eru að fara eftir sömu They have the upplýsingum same news they head into their life. og sömu fréttirnar. You are foolish. Þú ert bara fáviti. You will die poor. Þú mun deyja fátækur. You will never make it in life. Það verður aldrei neitt úr þér. You need deliverance, brother. Þú þarft laus. It doesn't matter how you can preach the gospel. Það skiptir engu máli hvernig þú getur It doesn't predikað matter how fagnar. you can pray. Það skiptir engu máli hvernig As þú long býður. as you have that sound echoing in you, Svo lengi sem að bergmálur þetta you hljóði need með þér. freedom. Þá þarftu frelsi. You need deliverance. Þú þarft laus. And sometimes therapy is not going to help you to change that. Og stundum er engin ráðgjöf sem leysir þau Because mál. the more that sound spoke to you, Því meira sem að þetta the ómar í more eyra it builded spirit behind it. og þá byggir það og styrkir andan á bakvið. And spirit can only be removed by spirit. Og það er bara heila árandi sem að færir burt And where the andan. spirit of the Lord is, Og það sem andi drottins there is liberty. þar er frelsi. Where Jesus is, Það sem Jésús there is deliverance. þar er endulaust. Now, maybe you never heard anything, Kanski hefur ekki dreigið á þína daga, but you are living in a time where en þú lifir á tíma, you watch so much TV, þú ert bara fastur í sjónvarpinu, or you started creating those thoughts about yourself. en þú ert kannski ekki að búa til þessar hugsanir gegn sjálfu þér. Some people, they say low self-esteem. Sumir hafa lágt sjálfsmat. Why? Even you think you are superior more than others. Eða af hverju heldur þú sétt eitthvað meiri en einhver annar? I heard that people of Iceland, they think they're the best around the world. Ég heyrði að fólk á Íslandi heldur að þau séu best í heimi. No, you are best. I'm Nei, telling þið eru you, bestu. look, when you are walking in Iceland, everywhere just beautiful, beauty of these mountains. Allstaðar á Íslandi, þú sér bara fegur, fjöllin eru fögur og allt saman. And everything is expensive Og here. allt er alveg fókdýrt. So you are high class. Þannig að þið eru bara í æðsta klassa. Viking. Víkingar. But listen to me, please. En hlustið þið gaumgæflega. If you think you are higher than others, Ef þú heldur þú sétt eitthvað æðri öðrum, there is a call for deliverance. þá þarf endulaust að koma. Don't think of yourself higher than you ought to. Ekki ofmeta sjálfa þig of mikið. I don't tell you to go tomorrow and say, oh God, I'm poor. I don't know where I'm going. That is witchcraft. You are bewitching your life. Ég er ekki að segja að þú að halda áfram í þessu, ég er bara fátækur og ég veit ekki hvað ég gera. Það er galdrasynd. Prophesy over your life.
Spáðu yfir lífið þínu. Speak against the situation that surround you. Talaðu gegn kringumstæðunum í kringu þig. God is so good. Guð svo góður. He wants good for you. Hann vil bara gott fyrir And he's þig. preparing greater things over your life. Og hann hefur góða hluti fyrir lífið þitt. You know, I'm not good in following my notes, but my notes are calling me. Nú eru glósurnar mínar að kalla á mig. So I have to come back here so I Þannig can að ég read þarf it að quick. koma aftur hérna í glósurnar. I prepared few things, Ég few scripture to show you undirbjó nokkuð vest þess að sýna ykkur that deliverance is real. að endurlausnin hér. When we read Old Testament, Þegar við lesum Gamla testamentið, the Bible says þá segir frelsi, in þá segir Biblían. Exodus 14:13, Í annarri Mósebók 14:13, and Moses said to the people, do not be afraid, and see the deliverance of the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall see no more forever. Þá sagði Móse við lýðinn, óttist ekki, standið stöðugir og munið, og þá munið þér sjá hjálpræði drottins, hann í dag mun láta fram við yður koma. Því eins og þið sjáðu Egyptana í dag, munið þér aldrei nokkuð tíman framar sjá þá. God is saying Guð að segja, there will be salvation. það verður frelsi. God will deliver you. Guð mun frelsa þig. It doesn't matter where you are. Það skiptir engu máli hvar þú ert. Most of the time in our lives, Oftast í lífinu, we need deliverance þá þurfum við endurlausn. from health issues, Heilsuvandamál, from relationship issues, samskiptavandamál, from financial situation and issues, fjárhagsvandi, career, starfsvettvangur, our mental states, bara geðheils okkar, our emotions. tilfinningar okkar. God wants to deliver us. Guð vill endurleysa okkur. And when God wants to deliver you, Þegar Guð vill frelsa þig, the Bible says, if the Son sets you free, Biblían segir, sá sem sonurinn setur you shall frjálsan, be free indeed. sannarlega frjáls. So Jesus wants to deliver you. Þannig að Jesús vill leysa þig And then you're going to sing the song. og þú munt syngja The söngvana Egyptians I'm singing today. og þú munt syngja I þá will til never frelsi see dag. them anymore. Ég mun ekki syngja þá söngva Because the framar. Lord is coming to deliver Þegar me. Jesús And koma og when the frelsa Lord mig delivers me, og þegar drottin I frelsa shall mig, be free þá mun ég frjáls and verða free forever. og frjálsa þig May lífið. deliverance manifest into your life in the name of Jesus. Þakkið drottin fyrir May endurlausnina í lífið deliverance ykkar. come in your house today in the name of Jesus. Frels að koma í hús þitt í dag í May nafni God Jesú. deliver you in Jesus' name. Megi Jesú frelsa þig í dag. It doesn't matter what is happening. Það skiptir engum máli hvað It að doesn't vera matter how you feel. eða hvernig þið líður. No. Nei. What matters? Það sem skiptir, The name of Jesus. það nafn Jesú. The name of Jesus. Nafn Jesú. The name which is above all names. Nafni sem ræður öllu And he nöfnum. promises in his words, Og hann lofaður í he will orðið sínu deliver us. að hann muni endurleysa okkur. Psalm 34:17. Sálmur 34, The righteous 13, 34:17. 34, 17. Aha. I have to wait for him sometime. Shibaba. Glory to Jesus. Hallelujah. Hey, come on. Look here. Psalm 34:17. The righteous cry out, and the Lord hears, and he delivers them out of their troubles. Ef réttlátir hrópa, þá heyrir drottin. Úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá. Amen. Amen. You see, he's awake. Amen. Hann vaknaður. The righteous will cry out. Hinir réttlátu munu hrópa út. The Lord will hear the righteous. Og drottin heyrir And the hinir Lord will réttlátu. come to deliver the Og hann righteous. kemur og með sitt hjálpræði. Deliverance Frelsun is children bread. brauð barnana. The children of God, Börn Guðs, they deserve deliverance.
Þau eiga frelsunna But skilið. all these years I've been a believer, En öll þessi ár sem ég hef verið í lausnaþjónustu, I don't see people deliver it without wanting deliverance. þá hef ég aldrei séð fólk losna sem að í raun og veru vill losna. In Poland, I had 2 guys in the church, Í Póllandi voru 2 gaurar í kirkjunni and we had a service, og við vorum á samkomu and Holy Spirit came, og heilagur andi and kom he said, I want to deliver people. og ég vil endurleysa fólk And people were smoking cigarettes. og fólk var að reykja. Anyone who have addiction of cigarettes, I want to deliver him now. Og ef ykkur sem reykir, ég vil leysa það núna. And we had 2 people Og það voru who were tveir there that day. sem voru þeir They þarna smoked staddir cigarette. og voru reykingamenn. One is Czesław, the name is Czesław, and the other, the name is Jarek. Það var Tisef og Jarek hétu þeir. Czesław said, I said, you are here? Tisef sagði, Stand up. stattu upp. Czesław stood up. Og hann stóð upp Jarek stood up. og Jarek stóð upp. Jarek said, I want to be free. Og hann sagði, ég vil vera frjáls. I'm tired of smoking. Ég svo þreyttur á þessu reykingu. I said, come here. Ég sagði, komdu. In the name of Jesus, Í nafni Jésu, I deliver you. þá endurleysi ég þig. From today, Frá deginum í dag, smoke no more. þá reykjur ekki framar. I command every desire of cigarette in you Ég skipa sér hverju þrá eða þörf To eftir dry sígarettu out. að gjössalega You will never smoke visna again. upp og myndi aldrei reykja aftur. Today is like 7 years later. Og 7 árum síðar, Jarek does not smoke. þá reykir Jarek ekki. From that day, Frá þeim degi. Czesław, Česvav, when he heard what I said, þegar hann heyrði það sem ég he sagði, said, kochamy mój papierosy. What it mean? I love my cigarette. og þá sagði hann, ég elska tóbaki mitt. I love my cigarette. I love my cigarette. I'm not gonna leave my cigarette. I love my cigarette. Ég elska sígaretna mína, ég elska tóbaki mitt. Till today, Í dag, he still walk like a truck. þá You know er the hann, trucks þá er hann, with those engines, they're giving so much smoke. þá strompreykir hann í dag. You know those trains, they were Þetta eins og gufulast þegar hann kæðureykir. till today. Enn His í dag. voice is like a different kind of voice. Og hann It's hefur like a breytt preacher was, röddina hans. it's like a preacher was screaming for 4 days in non-stop. You know, the guy is still in addiction till today. Hann ennþá fastur í fíkn í dag. And the other one have 7 years Og hinn með 7 ára laust. free from that addiction. Laust frá þessari fíkn. Deliverance Endurlaust does not come kemur ekki without us asking for it. án þess að við spyrjum eða We byggjum need to hana. desire it. Við þurfum að þrá hana. You can believe God. Þú getur trúað You Guði. can be in the church. Þú getur verið You í can even kirkju. serve God Þú getur verið að þjóna as Guði. long as you don't want deliverance. Svo lengi sem þú vilt ekki God endurlaust, is not going to deliver you. þá gerir Guð ekkert í málunum. You need to desire it. Þú þarft að þrá And listen to me. og hlustaðu. Sometimes I saw deliverance happening Og stundu sá ég laust gerast without people being prayed for. án þess að beði fyrir viðkomandi. No one prayed for people. Það var engin sem bað But fyrir people, þeim. they cried out. En fólkið það bara They said, hrópaði Father, I want to be free. og sögðu bara, Fadir, ég vil vera frjáls. I'm not stupid. Ég ekki heimskur. I'm not going to die single. Ég ætla ekki að deyja This is not my einsamar. destiny. Þetta ekki This orðlög is mín. not my life. Þetta ekki líf mitt. And people, they declare the word of God. Og fólki sem að talar út People, they orguð, prayed and fasted. sem að bað og fastaði, Deliverance happened. þá gerðist endurlaust. And maybe you're waiting for me to cast out demons in you. Þeir eru kannski að býða eftir að ég reki út af ykkur íllanda. I can cast them. Ég get rekið það út. I saw people will scream. Þið geta vel verið að fólk öskri The demon, they go. og djöfullin hörfi And they come back again. og þeir koma aftur. You know why? Vitið af hverju? Because you don't want to break the covenant. Af því að þú vilt ekki brjóta sáttmálan. You have to break the covenant. Þú að brjóta sáttmálan. That is true deliverance. Það You sönn break the frelsun. chains. Við brjótum You make a hlekkina. decision to be free. Þú tekur ákvörðum að vilja You vera say, I frjáls. want to be free. Þú segir ég vill And verða I frjáls. want that deliverance. Og ég vill þessa I endurlaust. want a new life. Ég vill nýtt líf. And I want to walk in that new life. Og ég vill ganga í þessu nýja lífi. Amen. Amen. Everyone knows Það vita allir that you are the best gossiper. að þú ert kannski mesti
mesta kjaftatíkin. Nothing will change En það breytist ekkert unless you do what? nema að þú viljir. Lord, come in my life. Þú segir, Drottinn, komdu inn í lífið. I humble myself. Ég auðmýki sjálfa mig. Deliver me. Leistu mig. Deliver me. Leistu mig. And then God will come and deliver you. Og Guð kemur og leysir þig. Glory to Jesus. Elsku Jesús. Glory to Jesus. Dýr sé Jesús. Say with me, deliver it. Segið þið frelsun. So most of the time, Því oftar en ekki, when we speak about deliverance, þegar við tölum frelsun eða endurlausn, sometimes there are people who don't know they need deliverance. og þá oft fólk sem að veit ekki að það þarf á lausn að halda. Because no one ever taught us. Því að það var enginn sem kendi okkur. We are taught the wrong things. Okkur kendir We jafnvel are rangir hluti misinformed about the things. og við fáum rangar upplýsingar hluti And most of the time we grow like that. og oftast að þá erum við að vaksa bara úr grasi með But það. we lack En okkur skortir somebody who can come and detox us from the wrong information. að ykkur kemur og aftengir okkur frá röngum upplýsingum. The Lord has blessed me. Drottinn hefur blessað mig I'm leading 192 church. að ég að leiða 100. No. Okay, 192, yes. Together with all the mentorship, the pastors which are autonomy, they are not Shekinah. But in Shekinah we have 92 churches. Sem sagt, það svona kirkjurhreyfing, 92 hreyfingar, svo stærri hreyfing 192. Churches around the world. Kirkjur allan heim. In India itself we have 41 churches. Í Indlandi er ég að sjá yfir 41 kirkju. And God has blessed us to have all these leaders. Og Guð hefur blessað okkur með öllum þessum leiðtogum. Sometimes you will go Stundum þá ferðu þarna and find even what a leader has been teaching og þú kemst að hvað leiðtogarnir hafi verið að kenna. is not biblical. Og það ekki einu sinni biblíulegt. He has to repent. Og hann þarf að iðrast. He has to accept, to humble Og himself hann verður að auðmýkja sig. so that deliverance can come. Þannig að lausning geti átt sér stað. And what is happening around the world today? Og það sem að gerast allan heim They are fake prophets. They are fake prophets. að gerfi spámenn, They are falspámenn, fake pastors, það eru falspastorar, fake apostles, fake falspóstular, evangelists, fake falstrúbóðar, teachers. falskennarar Is end time. og þetta eru endatímarnir. Jesus said about it. Jesús hann talaði og sagði okkur frá þessu. And sometimes we like people, Og stundum að but those people, they don't have sound doctrine. og fólk hefur bara ekki grundvallaða sanna kenningu. And we can also we attract those demons they carry Og það getur það dregur illa anda because we are af following them. að því að við erum að fylgja þessu. If you are connected to a fake prophet on YouTube, Ef þú ert að tengjast einhvern falsbámanni á YouTube the demons can come in you. og þá geta djöflandi komið aftur. They will come in you. Og þeir láta á sig kræla. And some people can be tormented because of that also. Og það fólk sem verður fyrir miklu hugarangri vegna So, þessa. but what do we do about that? Og hvað gerum við í þeirri stöðu? That's why we need Holy Spirit. Þess vegna þurfum við heilagan anda. And this is where the moment of humility is required. Og það á þeim stað sem auðmýktin þarf að eiga sér When stað. you are humble before Holy Spirit, Þegar auðmýkir þið frammi fyrir He heilugum will anda communicate with you. og þá mun He will speak to hann mun you. ræða He við will þig. show you the right way. Hann mun tala við og The sína þig. spirit of discernment will be active in you. Og greiningarandinn verður aktiveraður og virkur í þér. And you will know what is from the Lord. Og þú veist hvað frá drottni. I'm telling you, Ég að segja ykkur the word að orðið is going in a different direction. að fara í aðra átt. And we only need Jesus. Og við þurfum bara Jesú. So as I was telling you, having all these leaders which I'm leading, Og þegar að leiða þessa leiðtoga 100 pastors which are in the group of mentorship, að 100 pastorar sem eru í svona leiðtoganámskeiði and this 92 churches which I'm leading, og þessar 92 kirkju sem ég sé yfir, I can tell you even leaders also sometimes we can have our problem. að þá tek ég eftir að leiðtogarnir, þeir eru ofta að glíma við vanda.
Don't say because you are 5 years born again, Ekki segja vegna þess að ég er bara búin að vera frelsaður í 5 ár, you are not ready for your deliverance. að þú sért ekki tilbúin að fá endurlausn. It's not about how long you are Christian. Það hefur ekkert með lengdina á It's kristnigönguðin að about gera. how long are you ready for God to deliver you. En það fjallar hversu lengi ertu tilbúin að auðmýkja þig. Because they are believer. Because you are a believer, you know all the scriptures in the Bible. Af því að ritningarnar, But this can be your prison. en þetta getur verið fangilsi. When the pastor is preaching, Þegar pastorinn er að predika you know what he will speak next. og þú veist hvað hann segir næst, But your heart en hjartað þitt is far from God. er langt frá Guði. You need deliverance. Þá þarftu endurlausn. You don't pray. Þú biður ekki, You don't read the word of God þú lest ekki í orðinu to hear from God, að heyra frá but Guði, you read it to feed your brain. en þú bara ert að lesa til þess að fylla hugan. You know the entire word of God, Þú þekkir allt orð Guðs, but your character, that word does not have any fruit in you. en karakterinn hann ber engan ávöxt. Church, we need to rise up. Kirkja, við þurfum að rísa Church, we á have to be fætur. delivered. Við þurfum endurlausn. When deliverance comes in the church, Þegar endurlausn kemur í kirkjuna, people, they repent. þá iðrast fólk. People, they turn back to God. Þá snýr fólk sér til Guðs. And the move of God manifests in the church. Og það verður vakningastraumur í kirkjunni. Church of God. Kirkja Guðs. Church of God. Kirkja Are Guðs. you ready for your deliverance? Eru þið tilbúin í The endurlausn? righteous cried out to the Lord, Þeir réttlátu hrópuðu til drottins. and the Lord delivered them. Og drottin frelsaður öllum nauðum þeirra. Amen. Amen. That's the time there. That's the time. It's 10 in the night. No. It's Okay, show me the time here, please. Show me. So I'm not gonna. 5:36, 5:37. So, how much time still I have? You have a few minutes. Okay. Because I feel like, Yes. Okay, listen. Let's go this way. Við skulum fara í þess átt. Oh, Jesus, have mercy on me. Drottin miskaðan að mér. Look, people of God. There is the authority of Jesus Christ over demons. Það yfirvald Jésu Kristi yfir djöflum. Jesus Jésús is bigger stærri than any demon. heldur en nokkur dímon. There is no demon that can stand Jesus. Það engin djöfull sem hefur neitt að segja í Jésu. There was one lady in Poland. Það var ein kona í Pólandi They prayed for her in the church. She went around church. They are praying for her. og þau voru að biðja fyrir henni í kirkjunni And then she met a couple. og fór í marga kirkju og voru að biðja fyrir henni, síðan fór út úr Kabú This couple told her, og í Doha go to Shekinah. og þá fór hún í Shekinah kirkju. There is a black man from Africa. Það hérna svartu maður frá Afríku. If you go there, Ef þú ferð þangað, God will help you. þá mun Guð hjálpa þér. So she came to church. Þannig að hún kom til kirkju I remember that time. og ég man eftir þessu. She could not come forward. Hún gat ekki stíðið fram, She seated on the back. hún sat aftast. But those demons, En djöflarnir í henni, they shake there on the back. þeir voru hristandi og And she started skjálfandi to scream in the church. og hún byrjaði að öskra þarna í kirkjunni. She was screaming. Hún öskraði. I don't know like which kind of animal. Ég veit ekki hvers konar She was dýrsöskur. screaming louder. Þetta var bara hávart dýrsöskur. Till people around the church, they recorded that now. Og það var fólk hérna í kringum hana. They said, this is not normal. Þetta ekki eðlilegt. But God delivered her. En Guð leyst hana. Sometimes, Stundum það svo why can other people minister deliverance að sumir geta þjónað endurlaust and deliverance is not happening? og það ekki erfitt að leysa fólk. Because in us we have this misconception Því að við höfum þennan misskilning oft that there are big demons að ef það eru stóri djöflar that we cannot cast out. að þá getum við ekki rekið út. Only the pastor should do that. Aðeins pastorinn getur gert það. Only a prophet from Poland should do that. Eða spámaður frá Pólandi getur gert það. That is wrong. Það rangt. These signs will follow Þessi tákn munu fylgja those who believe. þeim sem trúa. Signs will follow believers. Tákn munu fylgja hinum trúa. But Jesus, En Jésús, we see he was casting out demons, hann var að reka út í landa and it was amazing. og það var undravert. And in Luke 10:19, Og í Lúkas 10:19, 10:19 Jesus gave us authority þá gaf Jésús okkur yfirvald
to trample upon the serpent and the scorpion að við mættum stíga á höggorm og sporðdreka and over all the power of enemy. og yfir öllu óvinnarins veldi. So we carry authority as believers. Þannig að við berum þetta vald sem trúaðir. Every one of you, Sér hver og einn í það. you have grace and ability Þið hafið náð og eiginleika kick out demons out of your life. að sparka illum öndum út úr lífi ykkar. Every one of you. Einn og sér hver. But why, if I pray, nothing happened? En ef það gerist ekkert í bið, You want just to learn to pray over demons? viltu bara læra að biðja yfir illum öndum? And you don't learn to pray with Jesus, to talk to Jesus? Eða viltu ekki læra að biðja og tala við Jesú? Know the name of Jesus. Þekktu nafn Jesú. Build intimacy with Jesus. Byggðu einlægt Now, samband when við you hann. have that power with Jesus, Þá hefur kraftin við bring Jesú. power on sin. Bring power. Já, og þá færir fram Now kraft. you speak to demon, and demon will go. Og þá munu andandi flýja. Jesus Jesús, spent all day with people hann eyddi öllum deginu með fólki and all night with the Father. og allri nóttunni með föður. So when he came to people, Að þegar hann kom til fólks, one word of Jesus, eitt orð frá Jesú, demon, they went out. þá hörfu andandi brott. Because he was a man of prayer. Því hann var maður So bænarinnar. you need to activate the anointing and grace that is in you. Þannig að þú þarft að ræsa smurninguna sem og kölluna sem Use innan með the þér. name of Jesus to deliver people. Notaðu nafn Jesú þegar þú ert að leysa fólk. Amen. Amen. We know we are called all to evangelize, right? Við erum kölluð til þess að fara í To trúbók. win souls, right? Að vinna sálir. Imagine you are walking with power. Hugsaðu, þú gengur í krafti. Hey, in the name of Jesus, out. Í nafni Jesú út með And the þig. person is free. Og manneskjan frjáls. Many people will be delivered. Og margt fólk munu endurleysast. Iceland Ísland have to wake up. þarf að vakna. And we have to fight Og við þurfum að the berjast. strongholds Við þurfum að berjast gegn which has víunum. stood over the city Við þurfum of að Reykjavik, öll víin yfir borgunni which is og on yfir the north, landinu. on the south, on the west, everywhere. We have to rise up in the spirit. Við þurfum að rísa upp í andanum og fara gegn öllum vígum í öllum áttum. Intercession Með fyrirbæn is required. nauðsyn. Amen. Amen. There is power in the name of Jesus. Það kraftur í nafninu Jesú. There is power in the name of Það Jesus. kraftur í nafninu There Jesú. is no equal to that name. Það ekkert sem stenst hana. Salvation is only in the name of Jesus. Það aðeins frelsi í nafninu Jesú. There is no other way of being saved. Það hvergi annars staðar að finna. Amen. 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 So now the question I would like to ask you. En ég vil spyrja ykkur spurninga. If you prayed for deliverance, Ef þú biður fyrir endurlaust, why you never been delivered? af hverju hefur þá ekki losnað? What could be the problem? Hvað geti verið vandinn? Number one, Í fyrsta, you never change your mind þú endurnýjar aldrei hugafarið about that situation. varðandi þessa kringustæður. Number two, Í öðru, you are living a life þú ert að lifa lífi which is not clean life. sem ekki, þú ert ekki að lifa hreinu lífi. Your holy life Þitt helga líf is your weapon. vopnið þitt. Your holy life Þitt helga líf will preserve you. mun varðveita þig. If you want to have victory Ef þú vilt sigur and to change situations around you, og umbreyta kringustæðum í kringu þig, you have to be tired of that situation. þá þarf þetta að vera þreyttur á ástandinu. You don't have option. Hafa ekkert val. Have a holy anger Heldur hafa svona vandlætingu, about heilagta what you are going vandlætingu through fyrir öllu því sem and þú ert að rise ganga up í og rísa and say, upp today is my day. og segir í dag dagurinn minn. I know Jesus Ég þekki is Jesú, not the author of evil. hann ekki höfundur ílskunar. Jesus gives solution. Jesús færir fram lausnina. Jesus does not create a problem. Jesús býr ekki til vandamáli. Jesus creates a solution. Jesús kemur með And lausnina. I believe in him. Og ég trúa hann. And I'm telling Og you, ég segi ykkur, you cannot use a weapon against the enemy þú getur ekki nota neitt vopn gegn óvinnum if you never tried that weapon. ef þú reynir aldrei þetta vopn. So first you have to try the weapon.
Fyrst þarftu að reyna vopnið When you try the weapon, og þegar þú reynir and you know it vopnið works, og veist að það then you virkar can take it in the camp of the enemy. og þá ferðu með það inn We í have to know the name óvinnarsbúðið. of Jesus. Við þurfum að þekkja nafni Jesus is Jesú. faithful. Jesus Jesus is powerful. Jesus er kraftur. Jesus is glorious. Jesus er Jesus is dýrlegur. able. Jesus er Nothing is auðugur. impossible to him. Ekkert His honum name is ómögulegt. above all names. Nafn hans ofar öllu And nöfnum. every knee shall bow Og sérhver before kné skal beygja Jesus. sig fyrir If nafni I Jesú. call Jesus, Ef ég hrópa hann I will be Jesús, delivered. þá verð ég leystur. If I call Jesus, Ef ég hrópa I will be Jesús, saved. þá verð ég If I hólpinn. call Jesus, Ef ég kalla á I will Jesús, receive my freedom. og þá upplýði ég The frelsi. blood of Jesus Blóð Jesús is stronger, er sterkara, is higher. er hærra. The blood of Jesus Blóð Jesú can break every stronghold. getur brotið The sérhvern blood of lýi. Jesus Blóð Jesú can deliver me today. getur leyst mig í If dag. you believe in Ef that, þú trúir því, Jesus wants to deliver you now. þá vil Jesús frelsa þig núna. Núna. Because I believe that. Því ég trúi That he's sending his angels today að hann sendir engla sín í dag to deliver people. að leysa fólk. Listen to me. Hlusta á We are mig. not going to have like one deliverance. Let's believe God for a supernatural deliverance. En við skulum trúa Guði fyrir Wherever you're yfirnáttúrulega going to lausn. be there, Hvar sem þú allow the power of God to touch you. Leifðu krafti Guðs að snerta þig. If you ask these people from Poland, they will tell you Þú getur spurt fólki frá Pólland og þau munu that segja God is delivering people in different ways. að Guð að leysa fólk á I mismunandi remember hátt. a guy came to church, had 83 demons. Það var gaur sem kom í kirkju og hann með 83 djöfla. Stór lurkur Hey, stronger. og sterkur But when gráði. the Spirit of the Lord came upon him, En þegar andi Guðs kom yfir hann, he was even flying on air. að þá liftist hann bara He frá could leave jörðu. the floor and fly. Those demons are like, ah! Hann var bara hann í lausu lofti. Jesus delivered him, Og Jésús leyst set hann. him free. Sett hann No more frjálsan. drugs. Engin, No more ekki alcohol. dóp, ekki No more áfengi. life he was living. Og þetta Free líf sem hann indeed. losnaði undan lífi Today fyrir is your lífi. day. Og það í Are dag you sem ready for a lausnin er. deliverance? Ertu tilbúin í lausnina? Are you ready for your Ertu freedom? tilbúin fyrir Are you ready frelsi? to encounter Jesus? Ertu tilbúin að mæta Jesú? The time has come, Nú er tíminn and the time is now. og tíminn er núna. When we pray for deliverance, angels of deliverance, they join us, Að þegar við byggjum fyrir frelsi, þá er það frelsisenglar sem að slást í hópinn and deliverance happens. og lausnin gerist. We're going to do like this. Við ætlum að gera þetta svona. I'll ask people to stand up. Ég ætla að biðja fólk að rísa á fætur So when people they stand up, og þegar fólk rísa á fætur, I would like everybody to be in that atmosphere, og þá vil ég að þið séu, haldið ykkur í þessu to know andrúmi that it is the will of God to deliver you from the power of darkness.